Halló krakkar og gaman að sjá ykkur í sunnudagaskólanum. Í dag ætlum við að gera alls konar skemmtilegt. Heyra spennandi sögu, sjá lifandi brúður og syngja saman. En við skulum byrja á að fara með morgunbæn. Þá spennum við greipar og lokum augunum. Nú er ég klædd og komin á ról. Kristur Jesús veri mitt skjól. Í Guðs óttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Amen. Mér langar að segja ykkur sögu sem að Jesú sagði lærisveinum sínum til að minna þá að biðja til Guðs. En það var einu sinni dómari sem hafði engan tíma fyrir Guð. Honum fannst hann vera betri en annað fólk og nennti ekki að dæma fyrir þau sem gátu ekki borgað honum mikinn pening. Dómarinn átti að passa upp á að allir fengju sanngjarna meðferð. En ríkt fólk hafði efni á að borga honum fyrir að dæma í málunum en fátæk fólk hafði ekki efni á því. Fátæk ekkja hafði orðið fyrir ranglæti. Fólk hafði logið að henni og brotið lögin og hélt að það kæmist upp með það. Hún fór til dómarans til að fá hjálp. Hún sagði honum hversu ósanngjarnt fólkið hafði verið við hana, en hann hafði ekki tíma til að hlusta. Hún var bara fátæk ekkja og honum fannst hann hafa mikilvægara fólki að sinna. Hann lét eins og hann heyrði ekki í henni. Í vonum að hún myndi gefast upp og ekki koma aftur. En ekkjan fór ekkert. Þetta fólk braut lögin og héldu að þau getu komist upp með það vegna þess að ég er fátæk ekkja. Þetta er ekki sanngjarnt, hrópaði hún. Ég hef verið blekkt, ég vil réttlæti og það er þitt hlutverk að ráða fram úr þessu máli. En dómarinn hlustaði ekki. En ekkjan vildi ekki fara. Hún hrópaði niður til hans ofan á strompinu. Hún hrópaði á hann þegar hún sá hann, veittu mér réttlæti. Þegar dómarinn fór að sofa, þá hrópaði hún til hans neðan á götunni og morguninn beið hún við dyrnar hans þegar hann fór til vinnu. Ég er fátæk ekkja og ég hef verið blekkt, sagði hún. Þú átt að dæma í málinu fyrir mig. Þegar dómarinn fór að kaupa ávöxt á markanum, giskaði hver var þar. Hvenær ættir að hlusta og veita mér réttlæti, krafðist hún. Hvert sem dómarinn fór. Þá var fátæka ekkjan þar og krafðist þess að dómarinn tæki mál hennar fyrir. Loksins gaf dómarinn sig. Allt í lagi, ég gefst upp, stundi hann mæðulega. Ég skal dæma í málið þínu og ganga í skugga að þú fáir réttlæti. Konan var ánægð. Loksins fékk hún hjálp. Og þá sagði Jesú, ef hægt var að gera dómarann dauð uppgefinn, haldið ekki að Guð sem elskar ykkur mun ekki hlusta og veita þeim réttlæti sem biðja dag og nótt. Jú, hann mun svara þeim fljótt. Jesús sagði, biðjið og yður muni gefast. Leitið og þér muni finna. Bara ekki gefast upp. Tikki tikki ta, tikki tikki ta, tikki 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 ta. Tikki tikki ta, tikki tikki ta, tikki 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 ta. Alla daga og allar nætur, augu Jesú vaka yfir mér. Alla daga og allar nætur, augu Jesú vaka yfir mér. En krakkar, haldið þið að þið gætu kannski sungið þetta ennþá hraðar? Hvað haldið þið? Er það ekki? Ég held ekki. Heldur ekki? Jó, þú getur það. Ég hef fulla trú á þetta, Davíð. Tikki tikki ta, tikki tikki ta, tikki 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 ta. Tikki
Tiki-tiki-ta, tiki-tiki-ta, tiki-tiki-tiki-tiki-ta. Alla daga og allar nætur, augu Jesú vaka yfir mér. Alla daga og allar nætur, augu Jesú vaka yfir mér. Heyriði, ég fekk hugmynd. Hvað ef við fáum krakkana heima til að fara í keppni við okkur? Þið syngið eins hratt og þið getið og við syngjum eins hratt og við getum og athugum hver vinnur. Eru þið tilbúnir? Og tiki-tiki-ta, tiki-tiki-ta, tiki-tiki-tiki-tiki-ta, tiki-tiki-ta, tiki-tiki-ta, tiki-tiki-tiki-ta. Alla daga og alla nætur, augu Jesú vaka yfir mér. Alla daga og alla nætur, augu Jesú vaka yfir mér. Ég held bara við höfum unnið. Já. Er það ekki? Já, mér heyrðist það. Já. Góðir kirkjugestir, kæri börn, foreldrar, ömmur og afar, systkini. Það er mér mikill heiður að fá að vera hérna með ykkur í sunnudagsskólanum. Eru þið tilbúin? Já, við skulum biðja. Bangsi, væri þú til í að leiða bænina? Já. Góði Guð, viltu gefa mér nammi og ís og kjól og hjól og... Býtu, Bangsi, er þetta þú að biðja til Guðs? Já. Nei, kannski ef ég hugsa þetta svona aðeins meira, þá ég kannski ekki að biðja til Guðs. Nei, ég meira svona að segja honum. Hann eigi að gefa mér nammi og ís og kjól og hjól og jól. Já, ég glemdi því á allt. Nú, það er bara svona sem þú tala við Guðs. Skapara himins og jarðar. Já. Og ef hann skilur mig ekki, þá er Guð ekki góður. Bangsi, Guð hjálpi þér. Já, hlustaðu bara á mig og rabba. Ég held að þú sést bara aðeins komin út í hróa hett, eins og við einhyrningarnir segjum. Nei, Guð, hann gefur mér allt. Því hann veit að ég er góður og ég er eiginlega bestur. Og þess vegna á ég skilið að fá allt, nammi og ís og kók og hjól og... Það er bara margt miklu mikilvægara heldur en nammi og ís og kjóll og hjóll. Já, eins og hvað? Maður sjá, kannski til dæmis foreldrar þínir og bróðir þinn. Já. Bróðir? Já, og bara kannski allt sem lifir á jörðinni. Allt sem lifir? Þú ætti kannski bara að biðja það. Það er bara svolítið sem er svolítið dýrmætt. Og mér finnst að kannski ættir bara að biðja fyrir þeim og láta vaka yfir þeim og passa upp á það allir sem að þér þykir kannski bara vænt um. Til hvers? Þeim líður öllum mjög vel. En sko... Guð hjálpi þér. Atjú! Þakkaðu svo bara Guði fyrir hvað þeim líður vel og láta þau samt vaka yfir þeim og vaka kannski líka yfir þeim sem líður ekki vel og fá ekkert að borða. Fá ekkert að borða? Já. Það fá allir nóg að borða. Naut! Það fá sko ekki allir að borða. Það er bara fullt af fólki sem fær aldrei neitt að borða og hefur aldrei smakkað nammi og hefur aldrei smakkað ís og fer svangt að sofa og vaknar svangt og það er kannski á enga vini og er bara einmana og kannski á þau bara enga foreldra og er bara einmana og það er leitt. Nú fæ ég samviskubit. Algjört bánsabit. Nei, það er algjör óþörfi að fá samviskubit. Þú skalt bara hugsa til þeirra og láta Guð vaka yfir þeim. Já, ég ætla að gera það. Og nú ætla ég ekki að biðja meira eitthvað svona bara sem skiptir litlu máli. Nú ætla ég bara að biðja Guð eitthvað sem skiptir
reglulega miklu máli. Eins og það öll börn í heiminum fái nóg að borða. Þetta er frábær hugmynd. Ég skal vera mamma. Já, heyrðu, og ég ætla líka að athuga hvort að ég get ekki kannski bara gefið einhverjum eitthvað. Og kannski get ég sýnt öðrum hvað ég er gott bánsasgott. Og ég ætla ekki að vera eigingjarn bánsalingur. Ég ætla að vera kærleiksbjörn héðan í frá. Já, það er frábær hugmynd. Já. Takk Guð að hjálpa bánsa. Já. Atjú! Guð hjálpi þér. Takk. Frost út í fugli minn, ég finn hvað þér kalt. Nætur auki nefið þig, því nú frostið allt. En ef þú bíður augnablik, ég ætla að flýta mér hér og biðja hana, mömmu mína, mislu handa þér. Ég á lítið ljós sem lýsir allra skærast, bræðir myrkrið burt með brosi blíð og ill. Ég á lítið ljós sem mér allra kærast, gefur nýja von með því að vera til. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir gleði, gæfu og framtíðina. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir það sem koma skal. Ég á lítið ljós sem leyfir mér að heyra hamingjunar hljóm, hjalar mér við hlið. Ég á lítið ljós sem gefið hefur meira en allt í heimi hér. Í hjarta finn ég frið. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir gleði, gæfu og framtíðina. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir það sem koma skal. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir gleði, gæfu framtíðina. Ég þarf ekki að sofna, í vöku mig dreymir það sem koma skal.
talar mér við hlið.